varstu aftur gamall þegar þú sendir þetta? Ég segi mér þetta svona 12 ára en þetta svo endur hljóðblandað þetta núna fyrir þáttinn. Ok, glæsilegt. Klukkan orðin 4. Þennan 5. daginn og FM 95 Blöð hafið göngu sína, enn eina ferðina. Og eins og alltaf á 50 þá situr hann mitt beint á móti mér Hjörvar Hafliðason. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu þennan 5. daginn? Ég ógeðslega þreyttur en mjög góður. Ok, ákveð svona þreyttur? Ég náttúrulega með þessa fjallabakteríu mína. Eins og það ekki. Þú varst reyndar að labba upp á fjall, ég verð að gera það. Já, þú veist, aldrei svo vant væri ég ekki með 4x4 klúrnum á jeppum, þannig að núna labbaði ég. Já, en það var ekki út af eitthvað bakteríðin, er það ekki eitthvað sem þú þurftir að klára fyrir skólan? Nei, ég bara því að ég veldi svona aðeins. Já, þú hafði gaman að þessu? Stækka sjóndeildarhringinn. Ég vil ekki alltaf bara vera í því sama, ég vil prófa nýja hluti, upplifa nýja hluti og ég ákvað að jóka á Fimmvörðuháls. En segðu mér eitt bara svona og mér og hlustendum, en þetta var samt gert með skólanum, ekki? Já, ég gerði þetta með þeim, en þín ákvörðun? Já, fyrst og fremst mín ákvörðun og svona, ég hef ákveðna ástríðu fyrir íslenskri náttúru. Já, og hefur alltaf haft? Og alltaf haft og þetta það vængjefna sem ég gert á æfinni. Alltaf þegar maður hélt að maður væri búinn að labba upp, sko. Hvað ertu lengi að labba þetta? Hvað varst þú lengi að labba þetta? Ég var alveg 10-11 tímar. 11 klukkutíma? 10 tíma allavega. Bara að labba? Já, málið það sko, þú steigst, það er bara svo mikið snjór. Þannig að maður sökk alltaf aðeins í snjóin. Já, ég verð að gefa aðeins með virðingu fyrir þetta ég er búin að gera, sko. Þannig að alltaf í hver skipti, en sem betur fer, þá voru þarna nokkur íþróttálfar fremst, sem voru búin að stíga á undan manni. Búin að þjappa þetta fyrir það? Aðeins. En þú veist, þú var samt alltaf stígandi úr í eitthvað dæmi. Og þú voru áttur á því, sko, að hnén á mér þannig ég er búin að slíta öll krossbönd og liðbönd og allan pakkan, sko. Já, frá því varst í taekwondo. Já, og ég var líka aðeins í fótbolta og taekwondo og þannig að þetta var viðustíkilega erfitt. Já. En var þetta gaman? Já, þetta er náttúrulega nokkuð gaman. Já, en þegar þú ert að labba svona í 11 tíma og þá hljótið, ég meina, er ekki svona kaffipásur og svona? Jú. Hent sér bara í snjóin og borðað og... Já, það var stoppað í einhverju skála með þessa uppi. Já, ok. Á einu staðnum, sko. Það er gæt maður að skipta sokka og svona, sko. Já. Þegar ég var ekkert sérstaklega vel búinn. Sverrir Bergmann hérna á toppmaður lánaði mér þetta helling á góðu stöfi, sko. Já, hann hefur labbað þetta og hérna, jú, þetta er hérna rosalegt en það er ótrúlega svona lið sem hefur þetta sem áhuga. Já. Það er svo kannadalsnjúkar. Ég þekki hellingafólki sem bara dýrkar að labba upp á fjöll. Já, ég meina það er samt, sko, það er eitt sem er svolítið gaman við þetta. Maður vissi að það beið bjór eftir mér í bústaðnum í lokin, í Þórsmörk. Var það gulrótið? Það var algjörlega gulrótið. Ég var að hugsa þetta allan tíman meðan ég var að rölta. 11 tíma labbi. Það er bjórið. Já, það var algjörlega dæmið, þannig að það var svona... Gerðu með einhverja næstur og tekur þetta, en að taka mig með? Já, einmitt að þú mætir með. Ef ég þekki þig rétt á eitthvað, wow, ég er að skemmta þennan lögða þannig ég kemst ekki en þetta var ræsandi. Já, ég óskaði til hamingju með þetta. Ég hef nú tekið Esjuna, lék með henni. Já, hún er ekkert gefins en það er saman. Ertu nú peppaði fyrir kvöldið? Peppaði fyrir kvöldið? Já. Pepsi-deildin og Eyþór Ingi. Já, það er hellingur að vera í dag, en það eru við í fantastuði. Já, ég ætla mér að kíkja á Hlíðarenda, Valur fram. Komum kannski betur inn á það hér og eftir og svo er sjálfsögðu eins og Hjörvar segir Eurovision í kvöld og við sendum sterka strauma til Svíþjóðar. Þar er okkar maður að fara að syngja. Já, hlýjar kveðjur. Hlýjar kveðjur. Þú varst nú út í Svíþjóð, ákveður þú komin heim? Ég ákvað bara út af þessum þætti. Hvernig ætlaði að redda 50-deginum annars? Já, mér finnst skrítið FM 95 Blöð sendið til Malmö til þess að fylgjast með íslenska hópnum. En þú ert svo ekki þegar hann syngur. Nei, þetta verður hvort þér í sjónvarpinu. Ég vildi sjá hvað var í gangi meðan að hann var þarna. Og eins og þú sagðar okkur, hann er gjörsamlega slagið gegnan úti. Hvert sem að íslenska liði fór, það var allstaðar var tekið vel á mót okkur og krakkar út á götu sem kunnu ég á líf. Æðislegt. Og það var svolítið gaman að úkrænski söngarinn, hann einmitt alveg dýrkaði íslenska lagið og það var hans uppáhaldsslag í keppninni. Varst að kynnast fólki þetta úti? Já, svo var það einn normaður sem einnig spáði íslenska liðinu sigri í keppninni. Já, sigri í keppninni, það er ekkert annað. Kallt mat, Hjörvar Hafliðason, öllu ganni sleftu, hvort sem þú varst úti í Malmö eða ekki, fyrir Ísland áfram í kvöld? Fyrir viku síðan þá hefði ég sagt reynt og beint nei. Já. En eftir að hafa verið í Malmö og upplegað stemninguna, þá ætla ég að segja já. Ok, við erum með veistlandi ykkur í dag eins og alltaf kæru hlustendur. Það er Gettu Blöð í dag. Logi Bergmann kemur og stjórnar hér spurningakeppni fyrir okkur Hjöppa. Við erum með stuðlakeppnina og það er skemmtilegt þema. Það er Eurovision þema þar í dag. Við erum með sturlaða staðreyndir. Við verðum með Gilsaran hérna. Það er Sverrir Bergmann kemur í heimsókn. Hann er að fara að byrja með morgunþátt á morgun. Það er hellingur að vera. Þannig að ekki missa mínútu. Elsku bestu hlustendur.
hvað séu fínasta lag hér á FM 957. Við erum hér með eitthvað við Hjörvar Hafliðason og verðum það til 6 og Hjörbi, þú veist hvað erum að vera í núna, ekki? Núna erum við að fara í, slúrið. Það er rétt hjá þér. Ertu til í góðan slúrpakka? Ég er nú bara klár með eitt slúr hérna eintur á bingo. Henry Hanna og Chris Brown eru hætt saman og hún sýndi það nú bara með puttanum núna daginn að hún er búin að losa við hann. Já, ég er enda búin að vera með það slúður. Ok. Það er svolítið síðan að þau gáðast upp okkur störu. Já, þau eru endalega búin að gefast okkur störu. Já, ég er líka búin að lofaði slúðrunni hér á mánudaginn. Ég mun aldrei aftur fjalla Justin Bieber og Selena Gomez, hvort þau séu hættið að byrja aftur saman. Það sem ég er búin að eyða orku og tíma þá krakka, hvort þau séu saman ekki, það eru öllum með drullu sama. Ég mun ekki eyða mínúti viðbúti í það. Hefur þú sem úlingur aldrei svona verið að byrja með einhverju oft og hætti með oft saman og svo? Þegar ég var úlingur? Já, það var einn sem að, ég byrjaði með henni, hætti saman og byrjaði aftur saman. Ekkert meira en það. En ekkert meira það? Nei, bara tvisar. Ég hef mest byrjað tvisar með þetta stelpu. En þú, varst þú í þessu eða? Já. Já, byrjaði saman, hætti saman? Já. Ok. Það er alltaf skemmtilegast. Var Trouble in Paradise? Alltaf vesen. Það er vesen í kringu þig. Þú ert erfiður. Ég er ríkala erfiður. En bara velunin eru svo góð. Ég veit, og ég can't tame the tiger, sko. Það er ekki að hemja þetta dýr, sko. Ég veit allt það. Við ætlum að fara hérna í slúður. Ég ætla að byrja slúður á Johnny Depp og Amber Heard. Nú? Þau eru par og, ekki bara par heldur, samkvæmt slúðurinn eru þau að fara að gifta sig. Og menn vilja fara svo langt með það að segja að Amber Heard sé ólétt eftir Johnny Depp. Þessi stúlka Amber Heard, hún átti kærustu áður hún byrjaði með Johnny Depp. Þannig að það má segja að hann hafi snúið henni. Ok, það er reyndar alveg mjög vel gert hjá honum. Og þetta hún er nú ekki frægasta leikonn í Hollywood, en ég get sagt það að þetta er einn svo allra myndarlegasta. Hún lék á mótunum hann í Rum Diaries og... Ég hef nú haldið að Johnny Depp færi einhverja ekkert svo myndarlega. Nei, sláandi tíðindi þar. En ég verður að gefa honum sko að hafa náða að snúa, þú veist, það er alveg ekkert sérstakt þegar þú hættir með einhverju konu að hún ákveðs síðan sko að vera lesbí eftir það. Nei. Er það nokkuð sérstakt? En það er bara, ég held þetta sé ekkert hún ákveð að verða lesbí, verður hún ekki bara ástfangin að einhverja mannesku. Nei, hún sé búin að vera með blöðpúp og hún bara hugsa með sér, þetta var það umulett að ég er spáðið að vera að lesa. Nei, ennum hún var með blöðpúp og var mjög ánægð í því sambandi, en verður svo allt í ástfangin að stelpu, það er ekkert við því að gera. Já, bara allt í einu, hún bara, það er leiðilegt með þessum blöðpúp að ég bara fara alveg í konuna núna. En allavega þá er Amber Heard, hún er hætt í konunum og byrja með Johnny Depp. Hann verður ekki líka að gefa Johnny Depp það, menn verður ekkert mikið svalari. Hvað er hún mikið yngri en hann? Það er eitthvað 12-15 ár. Miklu meira, þetta er bara úlingur sko. Já, ég held að hún sé 27 ára og hann, það er svona 20 ár. Já, þetta er alltaf gaman að sjá. Já, þetta er grjóthart. Svo er það Ryan Seacrest, hann er einleipur þessa dagana, en Julianne Hough, Julianne H-O-U-G-H, eða ekki Hough. En þú veist, ég er ekki reynar að fyndin, en Julianne Hough, hún hætti með honum á sínum tíma því að hann tók vinnuna fram yfir hana, vildi hún meina. Gerði það? Já, hann var að setja vinnuna í fyrsta sæti. Af hverju? Hún var í öðru sæti, kunni ekki við það, boom, Ryan Seacrest, you're out of here. Nefna það að nú er hún komið með bakþanka því að hún saknar hans gríðarlega og vill fá hann aftur. Og segir hér í viðtali að hún sé miserable without him, eða bara henni líður illa án hans og er tilbúin að reyna að láta þetta virka þó að hann sé upptekinn maður. Auðvitað. Er ekki úrslitakeppnin í Idol í kvöld? Hvað heldur ég sé að fara að horfa á miðnætti? Ég ætla rétt að vona að hún vinni þetta vinkonum mín. Ég þoli ekki Cree. En ég er með hugmynd að þætti. Idol All Stars. Góð hugmynd. Ég fekk þessa hugmynd fyrir löngu síðan. Nei, þetta er á Viðey. Hún var líka raunveruleika þáttur. Fáum Ruben Studdard. Það er mjög gott. Clay Aiken. Þú veist alveg hvað þetta að gera. Veist hvað við? Fáum Kurt Nielsen frá Noregi. Snillingur. Allt í Viðey. Skilur þú hvað? Og Kalli Bjarni kemur á sjónum. Að sjálfsögðu. Mætir hérna? Ég er til í þetta. Ok. Svo er það loka slúðri og það er að Justin Bieber, hann brjálaðist út í mömmu sína daginn og... Eðlilega. Já, þú veist nú ekki af hverju, sant? Nei. Hún var að gefa út ævisögu, mamma Justin Bieber, og bókin heitir The Story of Justin Bieber's Mom So Far. Og Justin Bieber var brjálaður yfir að hún skildi setja mynd af honum á kápuna á bókinni.
auðvitað, maður snappa við svona. Eðlilegt. Já, ég meina, hvað er mamma sem setja mynd á honum? Ég meina, hvað er hann? En mamma þínu nú fara ekki að fara í jólabókaflóðu núna í ár, eitthvað, að vera mamma auðvitað Blöndal. Já, ég held hún ætlaði að skýra hana að vera mamma auðvitað blöð. Og, já, ég meina, þú getur rétt ímyndað, ég læt hana heyra það, hún ætlaði að fara að setja mynd á mér á kápuna. Ég tek ekki þátt í svoleiðis gríni. Þetta er bara krútlegur úlingur. Herðu, ég var eitthvað að skoða síman minn. Já, það er ekki fyrsta sinn. Nei. Ég veit ekki hvor er verið, þú eða Egill. Ég er hann tölvöld verið en ég. Er það? Já, ég er nú ekki mikið á þessu, en þar stóð eitthvað, var eitthvað frétt að hann þarna, Kanye West, hann sé samkennur. Já, hann er vist rosalega mikið í einhverjar íbúð með vinið sinni bæði í Frakland og London. Og þeir alltaf bara eitthvað tveir, en Kim Kardashian sagði hún brjálaðist og sagði hann væri bara að semja tónlist. Ok. Ég er mikið með strákum, en ég er samt ekkert að setja tungun á mér upp í það, sko. Nei, stundum. Já, það er bara eitthvað vinnutengt. Það er það sem heppurinn helst. En ekki eitthvað svona sem ég fæ út úr, sko. En ég var bara ánað með hann að hann væri gay. Já, það er ekkert að því að vera gay. Ég veit það, ég er að segja, he's gay, that's not a problem. Já, eina problem er það, okkur er hann þá með konu og eignast barn. Ákveður, heldur hann vil ekki eignast barn þó hann sé gay? Já, ákveður hann að fara að giftast konu ef hann er gay. Það er því að bara eitthvað flip? Já, það er vond flip. Ákveður? Að því. Hann er þá bara að fara þetta er bara lið sem á fullt af seðlum, fullt af cash. Það er ekki eins og skiptaði ykkur máli, þú veist, tapaði smá cash. Hvað, máttu alltaf eða átt cash? Já. Cash is king. Það er þetta á slúðurpakkið dagsins. Förum í örstuttarauglýsingar, svo er það Gettu blöð og fleira. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklúbbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. Það styttist í föstudag og við vitum öll hvað það þýðir. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg er 140 ára þessar mundir, býðst þér nú að kaupa hálfan lítra af Túborg á aðeins 140 krónur í Túborg kjallaranum á Bar 11 í kvöld á milli 7 og 10. Ég endurtek aðeins 140 krónur á milli 7 og 10. Við þetta er þá að bæta að hljómsveitin Dorian Gray mun stíga á stokk klukkan 11. Egið góðan dag og munið fjörið hefst með Túborg. Í kvöld á Stöð 2. Úrslitin ráðast í einum vinsælasta skemmtiþætti allra tíma. Fylgstu með æsispennandi lokaeinvígi þar sem ný stórstjarna verður valin. Bein útsending frá úrslitakvöldinu í Bandaríkjunum hér á Stöð 2. Úrslitin í American Idol kvöld á Stöð 2 á miðnætti. Það er hægt að fá rosalega marga legglinga fyrir svona sumu. Nú tippum við. Það eru 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hér með She Makes Me Go, sérstætt óskalag fyrir, eilíðarúlingin Hjörvar Hafliðarsson. Já. Þú ert að fíla þetta? Eilíðarúlingur. Þetta er eiginlega mitt uppáhalds lag í dag og þetta verður spilað aftur áður klukkan verður 6 hérna. Nei, rollur. Þá hætti ég. Við getum ekki spilað þau sama lagi 2 sinum á 10 tímum. Það var ekki að hætta, spila á kannski eftir. Herru, við svo að Kaskara er framan á Playboy í Ískalandi. Já, ég var eitthvað að sjá það. Er hún framan að bara núna í tengslu Eurovision? Var þetta ekki eitthvað gamalt blað sem er að... Ok, getur það verið. Jú, herri.
Þetta í júní 2011. Já, ég held það. Þetta svona ég með puttan á púlsinu þegar kemur að slúðurinu, sko. Líka þýska slúðurinu. Já, þú ert ekkert að segja mér eitthvað slúðurfréttir, sko. Ég viðurkenni það. En við vorum að ræða þetta áðan að sko, nú erum við báðir ekki giftir staðan núna. Nei. Og eflaust öll rifrildi í dag í svona samskipti fólks held ég að hafa eitthvað að gera með samskiptafi. Gæti það verið rétt hjá mér, Blöndal? Þú ert svona sambandssérfræðingur. Ég er eins langt frá að vera sambandssérfræðingur og hægt að vera. En það voru alveg komnir samskiptamiðlar síðast þegar ég var í sambandi, sko. Ég er ekkert búin að vera lausu bara síðan 2001, sko. En, jú, ég hugsa að það sé nú stór partur af, svona ein aðal ástæði fyrir rifrildi. Ég lendi í rosalúðu töði í síðustu viku. Og ég átti að vel skil. Nei, ekki, en fyrirverandi. Ok. Og þannig er mál með vexti að ég er að koma sundi. Og ég fer í notifications og yfirleitt er þetta bara eitthvað Öddi Blöndal invited you to play Candy Crush, Öddi Blöndal invited you to play Castlemania eða eitthvað svona. Öddi Blöndal poked you. Eitthvað þannig, sko. En þarna er bara óvænt eitthvað. Silvía Dögg Rúnarsdóttir eða eitthvað nafn sem ég hafa aldrei séð, has accepted your friend request. Vel gert. Og ég bara, já, ok, ég var ekki aftanum, fuck it, ég er bara svona einhvern veginn. Mundir ekkert eftir nafnum sem sagt? Ég hef aldrei séð þetta nafn áður á æfinni og svo bara kemur þetta bara dúkkar þetta upp og þetta hefði gest einu svona áður, nokkrum mánuðum áður. Og bara einhver guður sem ég aldrei séð, accepted my friend request. Herðu, gott og vel, fer bara heim til mín og er bara she makes me go, oh, she makes me go, oh, oh og bara eitthvað heim í Chile. Og svo bara ringi síminn, þar er fyrirvændi og bara ég grunar ekki hvað hún er að biðja og svo bara, Hjörvar, ert þú endanlega orðin geðveikur? Spurðum þig? Já, og ég bara, veitu hvað áttu við? Þú lækkar í she makes me wanna go. Já, þá lækka ég bara út á það, veitu hvað gerist núna? Þú varst að, adda á Facebook, kærustu 17 ára gamals bróðum míns. Ertu orðin geðveikur? Og ég bara, hvað áttu við? Og ég bara, allt í henni kveiknaði bjöllunum með þessu og ég bara, já, heyrðu þessi eitthvað svoleiðis. Já. Heyrðu, já, býtu hvað ég veit ekkert hvernig hún addaði. Nei, það er einmitt fólk bara addar óvart einhverjum, er það ekki? Og ég sagði bara, heyrðu, ángriðs, ég var ekki að gera neitt. Er með einhvern 17 ára gamlan gutta í fílu, sko, þú veist, þetta er svona eins og það maður... Fílu út í þig? Ég meina að, þú veist, hvað er eitthvað gamalmenni að... En það er ekki svo þú setur einu með 17 ára stelpur hérna út í maður. Nei, en hann náttúrulega sér þetta bara, strák greið. Og ég þurfti náttúrulega að fara að róa niður allan mannskapin, sko. Þetta var bara svona svipað eins og að við vorum úlingar að Valtýr Björn að vera alltaf... Hvað er Valtýr Björn að alltaf fyrir og alltaf kæristinu minn hérna? Allt þetta kvöld fór bara í að róa niður mannskapin. Þetta Þetta er, sko, þessi samskiptamílar eru stór hættulega. Já, og málið það, sko, og alltaf, já, ok, en hvernig enda hún að inn hjá þér? Ég veit það ekki. Að þú samt sendir friend request og það er ekkert hægt að senda óvart friend request. Er það hægt? Að senda óvart friend request? Er það hægt? Nei, en ég er með hellinga vinnu sem ég veit ekki eins og hvernig eru þið vinnu minni, sko. Ég veit þið. Það byrja að addaði þú henni sem sagt. Já, hún accepted my friend request. Þess vegna var erfitt fyrir mig að gjama út úr þessu. Ég segja bara alveg svo ég hafði ekki hugmynd að ég hefði addaði sem hún ekki. Og ég veit að þetta er eitthvað ótrúlegasta dæmi bara sem að... Þú er kannski að vera einhverjum adda vittlausri Silvíu eða eitthvað svona? Nei, eina Silvíu sem ég þekki svona virkilega vel, það er náttúrulega dóttir hans Friðjóns í Ölgerinni. Og svo Silvíu er svo pólska sem að þrýfur heima á mér. Já, ok. Það er einu sem þannig að þú er ekki verið addað þeim? Ég var ekki addað þeim, hana. Ég hef ekki lent í ekki svona leiðendum, en ég hef lent í leiðendum þegar kemur af svona miðlum. Ég var að kaupa mér ís bara, fyrir utan ísbúðin í Garðabæ, sem hafðkaupa þær, og svo að kalla eitthvað svona 3 stelpur sem voru að fara á ball greinilega eitthvað. Þú voru svona örgulega menntaskólaball eða eitthvað. Auðvitað fáið mynd eitthvað. Vel til að þar. Já, búin að, þú veist, þú voru voða fínar og eitthvað. Og ég bara, já, ekkert mál, og tek mynda mig með þeim. Og svo setja þess að mig inn í svona, veist, @Auðun Blöndal á Instagram, þannig ég fæ að sjá myndina. Og þá sé ég svona eitthvað likes og komment. Þá var bara eitt gaur búinn að kommenta maður, Jésús, eru þessar ekki full ungar fyrir auðvitað blöð? Ég eitthvað svona, það var ekki þess að ég hef verið að reyna eitthvað við þar. Ég var bara að taka mynda mig með þeim fyrir utan ísbúð. Já, þetta er alveg gott. Þetta er
algjör snilda og koma sér í vandræði með þessum blessum samskiptamönnum. Já, og svo eitt ráð sem ég með handa ykkur strákar að núti. Ef þið eru í sambandi ekki vera að læka prófælmyndir í öðrum stelpum. Ég frétta einni sögu sem að, já, það voru sambandsslit. Hann var samt ekkert að reyna við hann. Hann lækaði eitthvað prófælmynd. Nei, eitthvað gott læk. Já, hún sæti á þessar myndir. Já, flott mynd hérna henni. Á hverju þú að læka mynd af henni? Hér á FM 95 Blö, á FM 957 og það er mikil stemming hér hjá okkur Hjörvari þennan 5. daginn, 16. mæ, fínasta veður úti og já, styttist í helgina. Það er hellingur að vera helgina, það er sjálfsög Eurovision á sínum stað og fleira. Svo er líka stuðlaball hjá Gilsaranum og já, ég ætlaði að heyra eins í honum, hringja í Gilsaran og spyrja hvað er að gerast í þessu öllu saman. Tjekkum hans á þessu. Gilsareki, já. Er það Gilsarinn? Gilsareki, já. Hvað segir Gilsarinn, Drauti? Blessaður, Gilsareki. Ertu ekki góður? Ég er góður. Hvað er að brasa? Ég var að lyfta. Að lyfta? Já. Ég var stóra vöðva. Já, það er stóra vöðva, maður. Og ég er nú að fá með prótein. Kallin að hendi þessi próteini? Já. Að gera. Ég var að fá með prótein svo ég fór stóra vöðva. Það, já. Ég er ekki að vera rassus. Nei, það þýr ekki að vera rassus, maður. Ég er ekki rassus. Nei, það er þeim frasi. Þú er með allt róðið niður, ekki? Nei, ég passa með að lyfta og fá með prótein. Þegar? Já. Ég er með stuðlaball á morgun. Já, stuðlaball á morgun, þess vegna er ég að hringja þig. Já, ég er með sport. Já, sport, verður ekki stemming? Jú. Ég spila mín lög. Já, stuðlögin. Já. Og hvað er? Þeir sem mæta ekki, þeir eru með allt lóðrætt niður sig. Já, þannig að þeir sem mæta ekki, þeir eru með allt lóðrætt niður sig. Já. Já, það er rétt, já. Ég er með sport. Já, en hvað, er þetta ekki skúter og félagar? Já, skúter. Já. Ég er að spila skúter. Já. Kristall er ég að lyfta. Já, lyfta. Ég ætla að lyfta á morgun. Já. Á bakið. Já, það stekkaði bakið. Já, maður stórt bak. Já. Við erum mikið af öðrum. Akkurat, það er best að DJ-a þannig. Já, svo er það sport. Svo er sport, já. Og hvenær byrjar stemmingin hjá kallinum? 10. 10? Ég ætti afmæli á mánudaginn. Já, ég veit það, ég ringdi þið þá. 33 ára. Já, til hamingjum þá. Ég er afmæli. Já, við sjáum svo á morgun. Já, 2 harðir. 2 harðir á morgun. Mennstu ameríski draumurinn? Já, ameríski draumur, við vorum góðið það maður. 2 harðir? Já, við erum 2 harðir. Það er við. Það er rétt í þér. Stuðla morgun. Það verður stuðla á morgun, ég lakka til að sjá þig gamli. Sport. Já, og svo stuðla á balli á sport. Öndi, sjáumst á. Sjáumst á gamli, ekki verðum allt niður þig. Ég er með allt niður þig. Þú drassaus, ég tjekka þér. Þú druglaður. Sætlitu. Bye. Já, þetta var Egill Einarsson, vinnur okkar sem að verður hér með mér á morgun. 2 harðir og ég hveti allar til að kíkja á stuðlaballið. iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðinn FM 957. Sæktu appið og þá eru við komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Flísin, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi.
Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR er í góðum tengslu við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þeim námið á hr.is. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða halvan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Rentatent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma og fyrirhöfn. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Safnaði frímerkjum hvað það er gott, segir hann þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson með ykkur til 6 í dag. Styttist í Loga Bergmann, hann ætlar að vera með Gettu Blö hér fyrir okkur eftir. Svo er það flottulega-keppnin sem er með Eurovision þema að þessu sinni. Hashtag Hjöppi sem er a fashion icon, hann ætlar að koma inn eftir og segja okkur hvað er heitt og hvað er kalt. Fashion icon, ég veit allt um það. Já. En þvílíkan skít sem ég fekk fyrir, ég mætti Pepsi-mörkinni, ég held að myndi engin pæli hvernig menn væru klæddir í sjónvarpi. Þannig að, ef hann bara kannski einhverju 3. En þvílíkan kúk sem ég fekk eftir eitt þátt. Að þú tókst smá áhættu eða? Ég veist, ég elska að taka áhættu. Ég veit þú elskar að fara út fyrir bóksið. Ég elskar að fara út fyrir, herri, ég fekk bara, sko, met mikið af kúk. Já, var það út á Miami Vice-lúkinu þarna sem varst í síðast? Það var eitthvað út af því, sko, en ég held mig við það er töff. Það er ekkert að því. Þannig að, já, hashtag fashion, Hjöppi, hann ætlar að segja okkur hér eftir hvað er heitt og hvað er kalt. Svo kemur Svessi líka hér sem er að byrja með nýjan morgunþátt á þessari stöð á morgun, þannig að það er hellingu framöndan, en Hjörvar, það er komið að... Samkeppni, Sverrir Bergmann að fara. Hvað er að fara í núna? Sturlaða staðreyndir. Það er rétt hjá þér, Hjörvar. Og ég er með 10 sturlaða staðreyndir handa ykkur kæru hlustendur. Þannig að, já, komið ykkur fyrir, hallið ykkur aftur og hafið það gósi. Ég meina sturlaða staðreyndir er skítkallt og verður að berga þér upp á jökli. Ekki klæða í ál eins og menn hafa oft talað um að hega að gera. Já, ok. Af því að þú veist, ef þér er kallt og þú ferð inn í áli, sko, þá verður áfram kallt. Já, ég þarf ekki að ágjöra því að tínast upp á jökli. Nei, en bara, þetta er bara pæling sem ég er að segja þér. Takk fyrir hana. Og þá erum við með fleiri sturlaða staðreyndir. 90% af fólki byrjar að hugsa hluti sem það vildi að myndi gerast rétt áður en að sofnar. Þannig að það stóð 90% ástæðan fyrir að skrifa þetta því að mér finnst mjög gaman þegar ég er að gera sturlaða staðreyndir. Lesa eitthvað svona því að þetta er akkurat það sem ég geri. Já. Það er ótrúlega oft sem ég á erfitt með að sofna, þá byrja ég að ímynda mér, ég myndi alltaf vinna 120 milljónir vikingalott og hvað ég myndi gera við það og eitthvað svona kjaftaði. Já, þú lifir eftir einu, Cash King. Nei, ekki þú pælir oft mikið í cash. Það er alveg saman penning. Nei, en það væri samt gaman að geta, þú veist, farið og komið fjölskyldun og borga upp alla reikninga og bjóða mönnum til Vegas og eitthvað svona. Já. Það væri stemming. Ég væri eitthvað ævintýra meira heldur en borga upp alla reikningana, sko. Ég væri myndi ég fyrst sem myndi gera væri að let's throw one hell of a party. Já, ég myndi að halda party. Af því að ég er að party boy. Þú ert að party boy. En myndur ekki taka svona þína nánustu og greiða skuldir? Ekki séns. Ég er ekki að fara að borga krónu fyrir þetta. Það verður bara að berga sér. Ást þú sem vannst, ekki þau. Já, ég er ekki. Það er ekki séns að vera króna eins og leiðis. Nei, ég skildi. Svo er það. That's my cash.
It's your cash. Þetta næsta, þú lifir aðeins einu sinni. Þú lifir aðeins einu sinni. Er röng staðhæfing. Þú lifir á hverjum degi, en þú deyrð aðeins einu sinni. Sturlu staðreind. Þannig að Kalli Bjarni, hann átti eiginlega að syngja þú deyrð bara einu sinni. Ertu eitthvað byrjaðar að af því að nú ertu náttúrulega 33 ára. Ég er ekki orðin 33. Í þar næsta mánuði verður þú 33 ára. Hvenær ert þú í október? Það er langt í það, ég er ekki hendur sem byrjar að pæli. Þú verður 33 ára, ekki í næsta þar næsta mánuði. Ertu farin að hugsa dauðan? Er ég farin að hugsa dauðan? Nei, 33 ára gamall, come on. Nei, ég er ekki byrjað að hugsa dauðan. Nú, hvað, ert þú farin að stressa það? Nei, ég er náttúrulega Þú ert 4 mánuðum yngri en ég. Svo ræði það. Það er, ég ætla ekki út í það. Næsta styrlaðan þar, þetta endar í rifrildi. 92% fólks hefur googlað nafnið sitt. Hefur þú googlað nafnið þitt, Hjörvar? Þú segir það, hef ég gert það, já. Því að það kom alltaf upp sem, fyrsta niðurstaðan var alltaf Hjörvar Hafliðarsson, formaður ungra jafnaðarmanna í Kópavogi. Og það fór alltaf gríðarlega mikið í taugarnar á mér. Já, þegar varst ekki þú? Jú, það er ég. Það er náttúrulega bara einn Hjörvar Hafliðarsson og þjóðin mun bara eiga eitt hann. En ég var sem sagt 99 settur í einhverja stjórn þarna. Já, ég skilji. Og án þess að hafa hugsað þetta nokkuð í gegn. Já, ok. Þannig að þú hefur googlað nafnið? Já, ég hef alveg gert það. Ég hætti því. Ég man ekkert mann, án þess að íkja það held ég að það séu svona 3 eða 4 ár síðan. Og ég googlaði nafnið mitt. Ég googlaði ekkert nafnið mitt og það bara svona, sumt alveg skemmtilegt. Svo datt ég inn á bara eitthvað gauður að tala ég hefur svo ógeðslega góðið með mig í bíó og eitthvað svona, þannig að ég hætti því bara. Herðu, við skulum fá hérna næstu. Kostnaðurinn, þetta varst mér skemmtilegt. Kostnaðurinn við að vera alvöru Batman er í kringum $300 milljónir fyrir utan allan annan kostnað sem að gera 4 milljarða. Þannig að ef einhver að núti er að hugsa að verða Batman, þá er það allavega 4 milljarða. Bruce Wayne og Batman, þú veist. Já. Þannig að Bruce Wayne looki er líka mjög dýrt. Þú ert að búa hann í einhvern fárunum kastara. Þetta kostar pening. Þú er að eiga hann kastara þarna. Já, og svo náttúrulega bíllinn og allt þetta er hrikalega dýrt. Og gallinn, þetta er náttúrulega allt úr leðrið, ekki? Þannig að þið getið gleymt því að nútið þið er ekkert að fara að vera Batman eða eigi ekki 4 milljarða. Sturlustarind. Svona hér, karlmenn eru mun meira sammála hvaða konur séu fallegar heldur en konur sem eru konur eru alls ekki að sammála hvaða karlmenn eru fallegir. Sem sagt að smekkur kvenna er mun ólíkari heldur en smekkur karlmanna. Samkvæmt Sturlunum staðrindum. Já, oft er það þannig að maður svona sér þetta ofta á ákveðnum mönnum að þeir eru glæsilegir. Já. Þú veist það. Ég meina það þannig eitthvað snilling til að sjá að Ryan Gosling er sexy man. Já, eða þú veist, bara ef við nefnum einhvern Íslending, það þurfti engan snilling að segja mér að Eyjólfur Sverrisson þetta er myndarlegu maður. Nei. Eða Helgi Kolviðsson eða eitthvað, þú veist. Vigni Freyr Andersen í lottóinu. Já. En svo er oft gæjar sem maður heldur að séu hógljótir. Já. Þá er þeir kannski mætti með Victoria Silvstedt, Playmate of the Year. Já, og það kemur þér óvart. Já, maður bara, þessi? En þá finnst henni, hann fallegur. Það eru með mun ólíkari smekkeldur með strákunni. Það eru ekki kannski svona jafn heimskar og við. Við bara erum eitthvað, það er sjá stærri. Við erum einfaldari, það er nokkuð ljóst. Svo er það hér kakofóbía, kakofóbía. Kakofóbía? Kakofóbía er hræðsla við ljótt fólk. Og peladolfóbía er hræðsla við sköllótta. Ég þekki það, ég er reyndar viðurkenna að ég er ræddur við sköllótta. Ég ætla að vona að sé ekki margir með peladolfóbíu. Er fólk ekki oft með varan á og hann tala við þig út af þetta með skalla? Ekki það bara því að ef það er með peladolfóbíu eitthvað, ég veit það ekki. En verður þú var fyrir svona alvöru fordóma á skallóttur? Ekkert meira en þú verður kakofóbíuna, sko. Við fáum þetta næstu. Skot eða a crush, eða sem sagt skot, a crush, fattur þú? Ekki byssuskot? A little crush, eins og í því lagi. Hvernig, segir maður ekki bara skot? Er ekki crush, er það ekki skot? It's just að vera skotin a little crush, jú. Já, skot, eða crush, endist í 4 mánuði, sértu ennþá með sömu tilfinninguna, þá ertu orðin ástfangin. Er það bara, er ástfangin, er það mælanleg staðreind? Samkvæmt Sturlunum staðrindum. Ég held alltaf að þetta væri frekar eitthvað svona... En þeir vilja meina sko að í svona samböndum að þá líður þér svona í 4 mánuði og að þið líður ennþá þannig að þá ertu ástfangin. En annars, það dofnar oftast eftir 4 mánuði samkvæmt Sturlunum staðrindum. Það er svona erfiðast í hjallinn, fyrstu 4. Já, ok. En svo er þetta bara svona ups and downs. Stundum eftir alveg bara... Mjög skotin. Já, og svo stundum... Það ruglir ekki. Halló. Nei, ég hef ekki tími í það. Bye. Herri rættir. En ertu hrifin af laginu? It's just
A Little Crush. Þetta hefur verið í kringu svona 2000. Já, ég man alveg eftir þessu lagi. Nei, ég var ekki a huge fan. Ég er a huge fan. Svo er það hérna, það hjálpar skapiðinu að syngja í sturtu á mótnana og þú verður í betra skapi yfir daginn. Já, ég fer aldrei í sturtu á mótnana, þannig að ég tengi ekki við þetta. Ég tek að bara alltaf sturtu eftir ræktina. Ég er ekkert að vera í sturtu á mótana. Það er náttúrulega þægilega fyrir þig. Þú ert bara þvottapóka bara til að strjúka. Þegiðu, Hjörvar. Þú þurfur ekki að vera í sturtu þó þú sért ekki með hár. Til hvers þarf maður í hár? Jú, til að fix your hair eða út um allt. Þess vegna fer ég í sturtu. Annars væri ég aldrei í sturtu. Það er cozy. Nei, þú veist, sko... Þú svitnar, sko. Allt myndir akspýði kalla er svitalikt. Heldur þú í svitning alveg þó ég sé ekki með hár? Jó, ég var að segja að það er mjög meðalí að vera allir lyktandi að svita. En það er samt mjög skrítið að fólk sé bara í góðu skapi því að söng í sturtu en þú færði eitthvað hörmulega fréttir í símanum bara. Já, getur þú huggað þegar þú söngst í sturtu. Já, bara okkur tekur þessu ekki verð. Ég söng í sturtu í morgun, þannig að ég er góðu til 8. Það eru 2 eftir. Minnsta tippi sem mælst hefur var rétt rúmur sentimeter. Og hvað var það í Garðabænum að störu súlunni svona? En þetta er eiginlega bara, kallast það tippi samt? Já, það kallast það. Ef það er 1 centimeter, er þetta ekki bara eitthvað nabbur eða eitthvað? Það er einhver sem segir mér það, sá sem var með hennan, hann getur ekki eignast börn, held ég. Kemst eitthvað á sæði? Jú, þetta er náttúrulega, var þetta í svo gullu, ég hatar reyndar að ræða svona hluti, en var þetta í reisn? Það stóð ekki. Það er þetta góða punktur. Þessi litlu, það er stakka mest þegar. Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins. Þú mátt klóna hundin í Suður Kóreu. Ok, og á maður að eiga þannig græju. Það er hvað með hann ég var að fá mér hérna, var inn í Ellingsen að kaupa með klónunagræju. Hvað með hundin? Hvað með hundin, ég ætla að klóna hann. Þá máttu allavega, ef þú býr í Suður Kóreu. Hvaða staðarinn stóð upp úr, Hjöppi? Það var þetta með titlingin, það var vengið. Við elskum svolítið. Gettu blöð, hann er að koma sér fyrir hérna stjórnandi þáttarins Logi Bergmann, eða stjórnandi dagskráliðans. Logi Bergmann, ég er búinn að muna eftir Loga Bergmann í fjölmiðlum frá að ég var bara a little kid. Því líka legendi sem Logi Bergmann. Bara a little kid, þegar ég var little kid, þá var hann allt í öllu í íslenskum fjölmiðlum og hann er ennþá on top. Ég veit það, hann er búinn að vera á toppnum bara í 25 ár og aldrei litið betur út. Það er ótrúlegt. Hann verður bara fallegri og fallegri, hann er eins og rauðvinni. Hann er eins og Giggsy. Hvað er uppáhaldsdæmið sem að Logi hefur gert? Erfið spurning, þegar stórt er spurt. Uppáhaldið mitt með Luigi Bergman. Ég var mikill aðdáðandans þegar hann var á RÚV sem íþróttafréttamaður. Gettu betur, hann var sterkur þar. Já, ég held ég verið að segja spurningabomban. Hann kom á rosalega sterkur þarinn. Þegar það fær hann bæði að vera með spurningar og fær að gantast eins og hann er svo góður í. Og með comedy, sko, mitt er Getur betur. Mér finnst hann vera eini sann í Getur betur kall. Síðan þá hefur þetta ekki náð neinu flugi og sko, Getur betur í dag er í sögulega lagið. Ég nenni ekki að horfa á Getur betur. Það er bara þannig. Í miður. En hérna... Svo veist mér að standa sig líka frábælega í Getur blöð. Já, hann stendur sig frábælega þar. Bara ég er að góður í öllu sem hann tekur sig fyrir. En hérna, ég ætla að fá að nota tækifæri og minna á Pepsi-mörkinni í kvöld frá 10. Það er heilumferð í Pepsi-deltinni í dag. Sérstaklega fyrir þá sem búa vestur í bæ, þá byrjar KR Þór nú kl. 6. Þannig að það er bara að henda á grilli núna og hella hans í sig á. Ég held með mínum mönnum að norðan þar, Þórsárunum, þeir fyrir að fara að fá stig. Já, þú ert líka vinur litla mannsins. Já, svona. Ekki, ég er vinur litla mannsins. Ok. En mér finnst Þór ekkert litli maðurinn. Þeir eru á Akureyri, sko. Og mæta Vesturbæjar stórveldinu. Reyndar, þeir eru litli maðurinn í kvöld. Klukkan 19:15 er Fylkir Stjarnan, Garðbæingar fara upp í lautina. 19:15 Breiðablik Ía. Grænir á móti gulum. Ég held að blikarnir, samt, skaman. Ok. Svo er að leikurinn sem við erum að fara saman, Valur og Fram, kl. 19:15. Þú maður kíkja á hliðarendan, strákarnir. Það sem að þú eru að gera verið með, því ég þarf að horfa rosalega vel á leikinn, ekki vera að gjamma allan leikinn. Nei, hvað? Þú situr bara hliðin á mér og þegir. Hvað heldur ég sé að fara að vera bara eins og eitthvað trúður á það með hliðina þér? Ég ætla að horfa á leikinn með þér. Hérna, svo kl. 19:15 er Víkingur Ólafsvík og Keflavík. Þetta eru lið sem eru bæði án stiga. Bæði án stiga. Það er svo sem ekki komin inn alveg botbarátt eftir 2 leiki en við getum kallað það. Svo er það sjónvarpsleikurinn kl. 20:00. David James mætir á fastalandið í fyrsta skipti. FH IBVF. Það er líka mjög áhugaverður leikur. Mjög áhugaverður. Bæði liðið með 6 stig. Ef við erum heppnir og náum að keyra hratt í burtu frá Vodafone-vellinum, þá náum við seinni hálfleik hérna. Já, í sjónvarpinu. Já. Ok, þannig að ég skal ekkert vera að gjamma og trufla. Ekkert vera að gjamma neitt og óþörf við mig. Nei. Ekki spyrja mig hvað leikmennir heita þegar leikurinn byrja. Ég skal segja það fyrir leik. Skal passa það, við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð. Logi Bergmann, ert þú tilbúinn?
Ég tilbúin. Þú tilbúin, við ætlum í Gettu Blöð strax eftir auglýsingar. Sverri Bergmann og Óli Jóels eru komnir í FM-fjölskylduna. Fylgstu með í fyrramálið þegar Sverrir og Óli fara í loftið í fyrsta sinn. Klukkan 7 í fyrramálið mun líf þitt breytast að eilífu. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Vissu þið að smálán kredía fljót klæs? Það sem hann að reyna að segja ykkur að nú hægt að fá lán upp á 150.000 krónur í alltaf 90 daga. Kredía, einföld þjónusta. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátar heim úr vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg 140 ára þessar mundir býðst þér nú að kaupa hálfan lítra af Túborg á aðeins 140 krónur í Túborg kjallaranum á Bar 11 í kvöld á milli 7 og 10. Ég endurtek aðeins 140 krónur á milli 7 og 10. Við þetta þá að bæta að hljómsveitin Dorian Gray mun stíga á stokk klukkan 11. Eigi góðan dag og munið fjörið hefst með Túborg. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Spilar þú golf? Intersport Lindum hefur opnað glæsilega golfverslun þar sem þú færð öll helstu golfmerkin á frábæru verði. Intersport, alvöru sport. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Elements og hinn 4 frumefni á Factory laugardagskvöldið 18. maí. CCA, Oculus, Kid Mystic og Sean Danke ásamt plötusnúðum Elements. Sjáumst á Factory 18. maí. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Hugsaði á þriðjudaginn þegar hann var að labba upp á fjöllin. He's not giving in. Hann kláraði þetta og boskaði honum til hamingju. Eins og ég sagði áðan þá Logi Bergmann mættur yfir stúdíóð og það komið að Gettu Blöð hér hjá okkur í strákunum. Ertu velkominn, Logi? Já, takk fyrir það. Hvað segirðu í dag? Ég léttur, það svolítið gaman. Var náttúrulega ekki hægt að vera með sveppa í svo lengur. Já, sveppurinn, hann bara ofitlaus. Það bara... Ákveð að kenna sveppagreinu þetta. Þú ert alltaf í gólfið á þriðjudögum, segðu þetta bara eins og þetta Þetta svolítið vera... Saga var góð samt. Hendi einhverja rándir af spurningar og sveppi bara eitthvað bara... Liggur hérna bumbun í Candy Crush. Það eins og henda bolta í gullfiskaskor en láta á grípa. En það þema hjá þér í dag? Það Eurovision. Það Eurovision þema. Hjöppi, hvernig ert þú þegar það kemur á Eurovision? Ég á að vera mjög sterkur í Eurovision. Ég var alltaf tíð af gríðarlegan áhuga á þessari keppni og allt bara frá því að Bergen 86 ef ég finnst með. Já, það ekkert annað. Bergen 86. Það einmitt, Bergen kemur reyndar ekki við sögu núna. Ég var með pubquiz
þessi í hátteginu, Eurovision. Já. Ertu bara í þessu? Flakka bara með spurningaleiki fyrir fólk? Ertu svona Þetta er kallað spurningahóra. Þú ert svona frægast í gagnkynniði aðdáandi Eurovision. Já, ég er náttúrulega frægast bara, þú veist, þannig að það segir sér sjálf, það er hvað sem við aftan. Já, saman hvað það Eurovision Það reyndar mjög fyndið að eins og Páll Óskar kallar þetta Gay World Cup bara. Það virðist mynd af Eyþóri að syngja í Euroclub og hann upp á sviði og fyrir framan eru 100 kallmenn á sviðinu. Þetta er veistlega fyrir kallmenn, þessi keppni. Þetta er bara, þeir björguðu keppni. Hún var að verða búinn, hún var eitthvað stemmingi og farin. Þá gerðu þeir bara svona, þú veist, stuð úr þessu. Og kerðu gleðin inn í þetta aftur. Og þökkum þeim fyrir það. En hvernig ætlar að skipta þessu í dag, Logi, í Gettu Blöð? Þetta er bara vilt spurningar eins og gengur. Byrjum létt. Byrjum létt. Hvor okkar byrjar? Ég eða Hjörvar? Hjörvar bara. Þú ert með stíginn. Þarf ég að lita upp sleðanum en þú ert að láta mig vita hvað það er? Já, það kemur bara í restina. Það er bara músík í restina. Herðu, fyrsta spurning. Hún er mjög létt. Hversu löng mega Eurovision lög vera? Mjög stífa reglur um það. Hversu langt má lagið vera? Þetta er mjög nákvæm. Ok, það má mest vera 3 mínútur og 15 sekúndur. Nei. Ég segi að megi vera 3 mínútur og 10 sekúndur. Nei, nákvæmlega 3 mínútur. Ég var nærðið samt. Og það er gerst með þess að lög hafa verið sendið tilbaka. Það er 3 lein, það bara, sorry. Stepp ykkur í þessu lagi. Ídón meðan að það var lengur. Máka kom genuine fræði þegar ég sagði að það var nær. Já, herði, ok, Öddi, það er líka reglunum hana. Hvað mega margir vera á sviðinu í einu? Eða á sviðinu í atrið. Hvað mega margir vera á sviði í atrið? Eins margir og vilja. Nei. Nei, ég Hvernig maður að vita þetta, Logi? Jú, þetta... Þú eru aldrei séð atrið þar sem eru fleiri en þessi tala á sviðinu. 8. Nei. Það eru 6. 6? Það er alltaf 6 í öllum atrið. Byrju, það er alltaf að byrja þetta létt. Ég get lofa því að það er enginn í bílnum eitthvað núna. Hvernig vita er þetta ekki? Jú, það eru allir fólk hefur bara lendið í áreksturinn. Ok, förum þá í eitthvað annað. Förum í eitthvað létt. Já, það er Hjöppi núna. Í einu fræga atriði í Róm með Nínu þá voru 6 á sviðinu. Hver lék á selló? Það hefur verið hún Sigrún Eðvaldsdóttir. Nei. Hver lék á selló? Það er ekki lagið með þig. Herri, ég held ég veit þetta. Já, auðvitað veistu þetta. Já, herðu, það var hann Eyþór. Það er létt. Er ekki fullt nafn? Eyþór Arnalds, það er ekki lagið með þig. Herri, ég hefði ekki, veistu hvað? Það er komið stig á mig. Veistu hvað? Ég hefði aldrei átt að segja, ég veit þetta. Nei, þetta var ríkalega stúpid hjá mér að segja þetta. Tók ég Eurovision fórustu. Sem væri líklega til að fara í Eurovision þessum tíma, sko. En þetta lið, sko. Steppi, Eyvi, Skópi. Ég elska stela stegum. Gaman. Þetta var, sko, alveg basic. Herðu, þá kemur létt spurning. Fengist Nínu óbeint Stefán Hilmarsson í Dublin 1988. Var Nína þá? Nei, ég veit hvað það var þá. Hvernig var slaufan á liti? Hún var bleik. Það er rétt líka. Það er 2 stig fyrir Blöð. Sá er að detta inn hérna. Sá er að detta í sónið. Takk, Logi, takk. Elskar að peppa mig. Já. Hvað ætlaði ég að spyrja? Ég vissi að þegar þú ætlaði að spyrja um þú og þeir, þá held ég að þú ætlaði að spyrja um þegar Jón Páll hélt á hann minn og þetta, sko. Já. Skrifa þetta svolítið illa hérna. Ég man ekki hvað ég ætla að... Hjöppi á næstu. Hjöppi á næstu. Það verður að vera eitthvað létt. Ekki að gefa hann neitt. Á hvaða orðum byrjar minn hinsti dans? Já. Ég skal gefa þér vísbendingu. Þetta eru 3 borgir. London, Paris, Rome. Ákveð eftir að gefa honum borgir. Þetta fannst mér, Logi, okkur bara gafst honum ekki bara stíð. Okkur réttur honum ekki bara stíð. Þetta grínast. London, Paris, Rome, leið og hann sagði 3 borgir, það vissi þetta allir. Í einu stórkostlega fræga lagi, 2006, sem Silvía Nótt söng, til hann ekki Ísland, að hinar hórurnar séu bólugrafnar, en hún er... Hvað er hún? Bólugrafnar. Fór allar leið með þetta. En hún er, En hún er fæn. Nei.
Eina stefn eru bólugrafnar en ég ógeðslega sæt. Nei, Rain May. Rain May? Ok. Það er bara þannig. Ég tók ekki eftir því. Nei, það er í textanum. Til hamingju, ding, 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 ding. Já, það er akkurat þannig. Þannig ég er með einstegs fórustu þegar við förum inn í lögin. Já, nei, það er ein lína í viðbót. Ok. Núna ég er búin að setja pening á það að þinn hollenska Anouk vinni. Hún á eitt lag, sló í gegn með einu lagi árið 1997 sem var gríðarlega. Já. Hvað heitir það? Nobody's Wife. Nei. Alveg rétt. Ég man eftir þessu fólki. Herru, wow. Rósa. Wow. Ég bara allt í einu. Högst upp hérna, maður. Þetta er á MTV árunum mínum, sko. Já. Þú farð þá að létta. Ég gerði þetta. Nei, létta þetta, herru. Þetta var London, Paris, Rome, Hjörvar. Hei, 2-2. Nobody's Wife, þú verður aldrei getað þetta. Það skýrist í kvöld, gott Íslendingar komast upp úr undankeppninu. Hversu oft í röð hafa Íslendingar komast upp úr undankeppninu? Það er hérna... 3 svar. Nei. Nei, oftar. Við fórum 2008 með This is my life, I don't wanna get a chance. 8, 9, 10, 11, 12. Við farið 5 sinnum í röðu áfram. Það er rétt. Hell yeah. Ok. Það er bara... 3-2 fyrir lög. Grimmur. Gaman að sjá keppniskap. Það er náttúrulega, þú byrjar að gefa honum þetta eftir í lendur 2 minútur. Ég veist hvað, ég er svona þann. Ég hjálpa hann. Það reynda var fáránlega vel gert þegar þetta með hollenska lagi. Ég gæti ekki svo. Já. Ok. Þetta var mikið lagmaður. Er það núna sliðin upp hérna? Já, sliðin upp. Hér kemur brot úr 5 lögum í kvöld. Reglurnar eru þannig. Þið skrifið þetta á blað. Skrifið þetta á blað sem er rétt til mér. Ok. Þið verða svona, núna alltaf þekkið ekki lögin vel. Þannig þið þurfið að átta ykkur svolítið á hvert við erum að fara. Stemningunni í laginu. Ok. Þannig við erum að segja hvaða þjóðir. Já, þið fáið 2 stig fyrir rétta þjóð á réttum stað og 1 stig ef þið erum með þjóðina á röngum stað, skilur. Ok. Þetta eru flóknar reglur. Allar reglur eiga að vera flóknar. Já. Eru þið tilbúinir? Við erum til. Hér kemur brotið. Ég ert að grínast í mér. Þetta er bara erfiðast en ég lendi í hérna. Var þetta lokalagið að þú fyndu þarna? Þetta er létt. Ok, ég ætla að... Já, ok. Stuð og trans, má ég sjá. Þetta er stuðlag... Ég er með mitt tilbúið. Það var bara að segja í röð þá. Já, ég vil bara fá blöðin frá okkur. Ég vil ekki bara því þið ekki vera skipt skoðun og eitthvað svona, sko. Ég held ég hafa vitað eitt lagi. Ég var ekki með neitt, en það voru búin að tryggja sigur. Syngur allt, Jöpi. Já, takk. Þú varst nú ekki að geða eitthvað sund. Hvað var fyrsta lagið? Fyrsta lagið var að sjálfsögðu Finnland. Ég skrifaði Írland. Voruð með það. Annað lagið var Sviss. Haldið ekki að... Og Hjöppi með það. Hjöppi er með það, fæði 2 stig fyrir það. Næ, ég er búinn að tapsa. Það er ég leitið. Næst kom Azerbaijan. Fóruð með það. Það með spá því bara að ná langt. Ég var með hvaða Rúmeníu þar. Svo komum við frakkar, Hjöppi aftur með 2 stig. Logi að búið reyngilega gaman að fá þig hérna. Þú mætir næsta þriðjudag. Og bara, það er bara þannig, það er 7-2. Við þökkum að kjallaði fyrir. Það styttist hér í heitt og kallt hjá Hjöppunum. Logi, við sjáumst næsta þriðjudag. Þú kemur ekki aftur hérna á 50. Þetta var Eurovision. Hvað sér þið? Það er lokabomban á morgun. Hvernig valla til að horfa á hana? Já, horfa til það. Takk fyrir mig, Öti. Takk fyrir mig, Logi. Takk fyrir komuna þó ég segi tapsar. 957 Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is segja þig vantar smá lán. 1909. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins. Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness. Komin í bíó. Það er Kringlukast miðvikudag til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan. Opið til 9 í kvöld.
Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þær eru ilmandi og evróskar milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við þakkum Loga kjallaði fyrir komuna og óska ég Hjörvari Hafliðasinni til hamingju með sigurinn. 7-2, ekki rétt? 7-2, en það er hins vegar komið að öðrum lið og það er komið að #FashionHjöppa og það er minn uppáhaldsjöppi, skulum fá trailer. Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað sé kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þér? Er einhver sem getur sagt mig hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjöddi hérna frá #Fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er in og what's out. Endilega hlusti. Þetta komið að heitt og kalt og hann er mættur hérna, hann Hjörvar, verður velkomin, eða Hjöddi, #Fashion. Hæ. Hvað er ekki alltaf nóg að gera í tískunni? Jú, ég er alltaf bara með tískublogg. Já. Það er brjálega að gera í því. Þú bloggar á hverjum degi þar eða ekki? Jú. Já, og bara, þú veist, tek bara myndir í því sem ég er og segja hvað þetta er að kaupa. Og er fólk að auðlýsa á svona inn á síðunni? Reyndar hefur enginn auðlýst en það vonandi kemur að því. Þetta er einn kannski. En Hjöddi, byrjum á hvað er heitt? Hvað er heitt? Já. Herðu, það er að ganga á fjöll. Það er bara einhvern veginn að ganga á fjöll og að vera í íslenskri náttúru. Það er heitt ákveðið núna. Heitt. Já, það er gaman að því. Og þannig að þú hvetur alla þarna sem að ef þið viljið vera heitir. Klálega. En aftur á móti, hvað er kalt? Að vera fasturinn í líkamsræktastöð yfir hásumar. Það er kalt. Kalt. Já, ok. Þannig að ganga fjöll er svona, það er flottara heldur en að vera í gimminu. Já, vera bara í íslenskri náttúru staðan fyrir að loka sér inn í einhverju svitahólu. Auðvitað. Þegar þú segir það er sem er svo skemmtilegt við að fá þig hérna, Hjöddi. Hvað er meira? Hvað er heitt? Heyrðu, fleira sem er heitt, það eru bara, þú veist, gamlir vintage skór. Þú veist, af afaðinum eða einhver gamli skór. Það er svona svolítið heitt núna. Ok. Heitt. Já, en hvað er það kalt? Sko, ég get sagt þér að það er margt kalt meðal annars norðurpóllinn og suðurpóllinn en þeir eru samt ekki af kaldir og konveskór. Þeir eru skít kaldir. Kalt. Hættu þessu bullið, maður. Ég er alltaf að konves. Það er það, ok, en ég bara, þú veist, þetta er bara það sem ég gangi í dag. Þú veist, það er ekkert jafn kalt. Eins og ég segi, það er kalt á norðurpólnum en þeir eru ekki jafn kaldir og hérna. En hvað, þannig að maður á að vera í skóma afa sínum, ertu ekki að Nei, bara, þú veist, eitthvað svona skó sem hafa eitthvað smá sögu. Ekki bara, þú veist, fara að kaupa og bara, wow, nú er ég cool. Já, ég skilði. En á ég þá semst að hætti konverskónum mínum? Ef þú vilt vera í einhverju köldu, þá bara, þú veist. Þú vilt meina þeir séu kalt. Þeir eru kaldir sem sagt? Kalt, já. Ok. Nú, fleira sem er heitt, það eru litríkar vintage skyrtur. Heitt. Þú ert að vinna svolítið með skyrtur? Já, bara, þú veist, fara bara í skyrtur sem er mikið að litum í og klæða síðar og vera bara, þú veist, hvernig sem þú vilt bara, ekki pæla litasamsetningunni. Vertu bara í grænum buxum og svo fullt að litum ofan eða eitthvað. Allt leiðilegt? Í raun og veru. Ok. En hvað er þá kalt? Kalt, það eru venjulegi tébólir. Kalt? Með leiðilega, bara venjulega hálsmálunu
Bara svo ég í hérna. Er þetta eitthvað gríma mig? Nei, stutterma tebóli. Ég ekki tala, þú ert flottur í þessu. Ég tala bara venjulega stutterma tebóli. Þeir eru kalt. Ok. Fleira sem heitt. Sítt hár. Heitt. Svona eins og... Það þú veist, sítt hár heitar en Flórida ákveðat núna. Það er bara sjóðandi heitt. Það er bara eins og einhver eyðimörk. Hvað er þá kalt? Kalt, að því ég sá að Fast and the Furious að koma og Vin Diesel og eitthvað svona. Þannig að það er ekkert meira creepy í dag en skalli. Kalt, þegiðu Hjálmar. Þannig að skalli er svona þessum... Þú ert bara... Ég held að Höddi #fashion væri að goddamn genius. Hann nú bara að lýsa mér ísköldum. Konveskór, bólir og sköllóttur. Af því, þú veist, það er allir konum með leið á þessu Vin Diesel looki. Þannig að þú veist, wow, það er verður eiginlega ekkert mikið kaldar en það. Svo er ég líka svo þetta stöð. Heyrðu, fleira sem er heitt. Jesús Kristur. Heitt. En hann ekki alltaf heitur. Fá sér bara eitthvað flottan ból með mynda Jesú eða tattoo eða eitthvað. En hann ekki alltaf heitur? Af því að hann væri verið heitur. Hugsaðu þér ef að Jesú væri á lífi í dag. Hvernig gæi væri þetta? Væri hann ekki bara á hjólabretti og skemmta sér og eitthvað? Var það ekki? Heyrðu, og kalt, það er Sigmundur Davíð. Kalt? Akkur? Þú veist, ég veit ekki, ég fýl ekki svona, ég veit ekki, hann er bara eitthvað svo ógeðslega kalt við hann gæja. Ok. Þippinn og eitthvað, þú veist, aldrei eitthvað fashion í honum. Nei, ok, vantar allt fashion. Þannig að Jesú Kristur heitur en Sigmundur Davíð er kaldur. Já, þetta var Höddi í #fashion, takk hérlega fyrir komuna. Hér eftir örskamma stund er Sverrir Bergmann að koma til okkar. Sverrir Bergmann hérna úr Deislíber, eða? Já, er hann heitt eða kalt? Heitt. Hann kemur hér og eftir alltaf ræða við okkur morgun þáttin sem hann að byrja með á morgun. Svo er líka flottilagakeppnin, þannig að það er nóg framöndan. En hér ætla ég að setja Höddi úr #fashion. Þetta er uppáhaldslagið mitt með í hönnu. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég bilast að dansskólinu þegar þetta dettur inn. Hvaða dans ertu þá með í gangi? Tekur reyðablöðdansinn? Nei. Reyður og svona bítur svona neðri vöruna svona? Nei, þá er ég að vinna svolítið með. Ég er að sveifla höndum upp í loftið og er svona að dilla mér aðeins. Ég tek svona kærulöfsdansinn þessa. La 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 la. Og svona er eitthvað að klóra svona upp í loftið. En svo þegar það kemur, want you to make me, þá svona lyfti ég upp putta og horfi svona upp og byrja svona ég myndi nod my head. Ef þú væri vel í glasi, þá tekur reyðablöðuna á það. Þegar hún segir, want you to make me. Reyðablöð? Já. Ég þekki hann ekki. Já, hann er flottur. Það er minn uppáhaldsblöð. Er það toppnáðingi? hann kemur á þetta sjaldan. En ef það er eitthvað sem þekkir reyðablöð hefur síðan oftar en nokkur annar, þá er það væntanlega gestur þáttarins hér í dag. Það er Sverrir Bergmann, verður velkominn. Komið blessaður, Sverrir. Þetta er í fyrsta sinn sem þú mætir ekki á föstudegi þennan þátt. Já, þetta er fyrir fyrst. Góðu vinnu þáttarins, varst ég með föstudagslag, 50 vikur í röð? Já, 55 vikur í röð, rúmt ár. Það var skemmtilegt, mjög skemmtilegt. En nú ertu mættur hér og Hjörvar er hér en ekki Egill, hann kannski fara að tala aðeins. Já, þetta er æðislegt. Ekki, sko, niður í drasl og... Nei, og ekki kallaður eitthvað Swesthard og eitthvað svona. Hérna heitur þú bara Sverrir Bergmann á 50. Þú ert reyndar Chubby Little Loverboy. Er það málið? Já, það verður ekki tekið þér. Reyður Blue og Chubby Little Loverboy. Það er sögumilegt, Sverrir. Þú ert að fara að byrja með útvarpsþátt hér á FM 957. Já, það er hárrétt hjá þér. Segð mér hún. Bara klukkan 7 í fyrramálið. Hér á FM. Þá ætlum við Óli að byrja með nýja morgunþátt á stöðinni. Þú og Óli sem er með Game TV. Já, við Óli Game TV. Við erum ekki fara að ræða bara um töluleiki, bara svo það komi... En hefur hann einhver annur áhugamál en töluleiki? Óli er líklega einhver, bara, nú meina þetta ekkert illa í ykkar, sko, en hann er líklega einhver skemmtilegasti maður sem ég þekki, sko. Ok. Skemmtilegur en Nýja og Hjörvar? Já. Hvernig þá? Bara ótrúlega jákvæðar, hress og skemmtilegar skoðanir og... Já, ég meina Óli er toppnáðingi. Orðheppinn og bara frábær gaur í alla staði, sko. Ég elska jákvæðt. En á sínum tíma þegar þú þurft að hýsa þig, gerði Óli það fyrir þig? Nei, hann gerði það ekki sín. Hugsaði eins þú talar hverju toppmenn. Herðu, ég sagði ekki að þú er fáiði, sko. Ég sagði, þú ert toppmaður í þetta. Er það sem voruð að bíða þetta? Ég þekki það svip. Nei, ég er að þú bara segja Óli Game TV sem besti vinnin hérna. Ég sagði heldur að vera besti vinnu minn heldur. Nei, ég veit að hann er enda mjög fyndin og skemmtileg. Ég er að grínast bara, sko. Með drullu sem... Þið byrjaði á morgun klukkan 7. Já, við byrjum klukkan 7 á morgun og það verða eflaust einhver hrakaföll í fyrsta þætti en við ætlum bara að vera svona... Verðið með bjöllu? Við verðum ekki með bjöllu. Ding, ding. En við gætum verið með einhver svaðalega svona tæknigræður og gert eitthvað stórkostlegt. Því við ætlum að reyna að koma út á nýtt plan. Já. En ætlið að vera að flippa svona eins og við erum alltaf að flippa hérna?
Nei, við ætlum ekki að... Við erum snaruglega, sko. Bara vera þetta í kringum ykkur rugl. Já, þetta er náttúrulega bara tómt rugl. Nei, það verður ekkert, við verðum ekkert af eftir ykkur, sko, það er engar rugl. Nei, ég voru ekki að meina það, bara. Ég var að spáður með lið sem heitir ótrúlegt en satt. Ótrúlegt en satt, já, svona svo stundlega staðrændir. Herðu, þetta er ótrúlegt en satt, en það er til fóbía sem er kakofóbía. En það er enda einn lið sem ég heyrði það sem að mér líst mjög vel á, það er 80's for the ladies. Já, þá bregður Óli sér í spandegsbuxundar og dýfkar röddina þess og spila með 80's for the ladies. Eitthvað 80's lag? Já, það verður reglulega gott 80's lag til þess að aðeins að, já svona, svo dömur það að fá nú sitt. En eigið þið létt með að vakna þið félagarnir, verður það eitthvað vesen? Það er ekkert vesen. Nei. Ég er búin að vera að vakna núna þessa viku fyrir, sko. Það er eiginlega bara pínu næ, sko. Það er alltaf mjög gott veður hérna á mótnana. Já, það er svolítið kyrrt og gott, sko. Já, bara kyrrt og engin bílar, engin umferð og... Nei. Þetta er æðislega. Það er þægilegt bara. Já, en Óli, á hann líka létt með það? Ég veit það ekki. Það verður bara komið ljós. En þetta verður í fyrsta sinn sem að Óli er það ekki í fjölmiðl á hans að vera að ræða tölvuleiki, þó hans er búin að vera í fjölmiðlum í 10-12 ár. Jú, það er hárrétt. Hann reyndar verið í útvarpi áður. Já. Þá var hann með glæsilegan þátt á RÚV sem heit Leikur 1. Hvað er Óli gamall, bara svo ég spyrir? Því að nú er ég búin að þekkja það lengi, ég veit það ekki. Veist það, hann er fættið 72. Hann er bara eins og Pétur. Já, alveg rétt, hann var með Pétur í bekk, hann var alltaf svalasti krakkinn í bekknum. Pétur Jón hataði hann. Hann var með alla stelpunnar og... Það er svo góð saga, þess að Pétur segir átt að þegar Óli kom í bekkin, þá voru alla stelpunnar sólgnar í Óla, kom hann með ljóst fallegt hár. Pétur þoldi hann ekki. Pétur hataði hann og hann og Steingir yfir Bjartri framtíð. Þeir fóru bara heim og fóru að lita á sér hárið ljóst til þess að vera ljósærið eins og Óli. Það segja Pétur og Steingir. Guðmundur Steingriðsson. Guðmundur Steingriðsson, fyrir ekki. Pappa hans hétt Steingriðsson. Já, rétt. Það er skeit hann að maður. Já, Guðmundur Steingriðsson. Allt í lagi. En þeir litu að hára á sér ljós til að verða eins, vildu vera eins og Óli Genti. En hvað ætlaði að á hvaða kílum ætlaði að stinga í svona þáttum? Á hvaða kílum ætlaði að stinga? Já, verður þetta svona verður þjóðumræðan annað? Já, við ætlum bara að ræða allt sem er í gangi í þjóðlífinu, bara á okkar hátt, sko. Við ætlum ekki að taka þetta eitthvað neikvætt og þannig, en við ætlum náttúrulega vissilega að segja okkar skoðunar á hlutunum bara á. Það var svolítið gaman að þessu. Það var stemming í þessu. Já. Mér líst vel að það ertu nokkuð á hraðferð, Sverrir? Nei, þá verðum við bara einn aðeins hjá okkur. Við þurfum að fara í Örstu Skilabóð Hjöbbi. Ertu tilbúin með lag í flottulega-keppnina? Það er Eurovision þema. Já, det er já. Þú vannst Gettu blöð, þannig ég verði eiginlega að vinna. Ég held svona að það vera leiðileg, sko, þá held ég ekki breyk í hann í Eurovision, sko. Veistu hvað lag það er? Nei, hann er svo fróður, sko. Já, ok, ég er enda með geggjalag. Auglýsingar fyrst. FM 957 og Smirnoff kynna í fyrsta skipti á Íslandi stuðlaga ball á Sport föstudaginn 17. maí. Gagnrýnendur eru sammála. Íslendingar. Hamborgarafabrikan hefur opnað á jarðhæð Hótel Kea á Akureyri. Með því vill fabrikan stuðla að aukinni vegsemd og markvissir útbreiðslu hins íslenska hamborgara í sem flesta mallakúta á landinu öllu. Ástarkveðjur. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Það er Kringlukast miðvikudag til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan. Opið til 9 í kvöld. 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæðu og bara tækla þetta á 1x2.is og tippa á ænska seðilinn. Það eru 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparna, umboðsaðila Bayern Líf á Íslandi. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikir í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala hefst 5. daginn 16. maí klukkan 10 á miði.is. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Við tryggjum framtíð þína með örugum lífeyri. Við gætum hagsmuna þinna eins og þeir væru okkar. Sparnaður. Boltinn rullar í allt sumar á Betsson. Betsson.com. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa?
Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Rauði blöð og Hjöppi K í FM 95 blöð. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. More hér með Ken Holders, þeirra hlusta á FM 95 blöð. Mögum Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson með ykkur hér. Svessi stökk nú eitthvað fram, hann ætlaði að vera með ykkur. Er þetta ekki eitthvað líkt þarna gæjan með Outkast? Svona einhver... Já, þegar þú segir það, þá er alveg nett Outkast í þessu. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi þeirra þannig. Það er nú ekki leiðum að líkast. Það er eins og að komið að flottulakeppninni hér í FM 95 blöð. Það búið mikið að gera hjá, það búið mikið að vera hérna hjá okkur Hjöppa í dag. Við höfum ekkert komist í hérna þar til nú og þið þekkir reglur, kæru hlustendur. Manstu hvað ég pakkaði saman í flottulakeppni í Eurovision síðast? Já, fyrir árið síðan. Þegar við komið serbneska lagið. Þú pakkaði mig ekkert saman og fór 5-3 ef maður rétt. Vá, heldur þú bókald utan þetta hvernig það fer? Já, ég er bara mann. En manstu hvað lag ég var með þá? Þú varst á Pottit maður sjóð. Þú hefur verið að með Come on, come on, come on. Sko, manstu þetta sjálfur. Love is all love. Já, við máttum ekki vera með sömu lög. Ég mér óvart maður. Maður þarf að koma með nýtt lag í dag og ég, sko, ef þú segir að ég sé fyrirsjónlegur, þú getur aldrei giskað hvað lag ég er með í dag. Ekki sen. Það er Eurovision þema og svo ringið þið... Er það Hard Rock Hallelujah, þannig að finnsku dröllur? Nei, svo ringið þið 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Það eru 90 sekundur á laginu, eða svona 90-2. Hvort viltu vera undan eftir Hjöppi? Ég ætla að þú ert undan núna. Ég var undan síðast. Fæði ekki velja. Já, ok, fæði ekki velja, jæja. Þessi pakki. Heyrðu, ég ætla nú bara að... Það þarf að komast í lokakeppnina? Já, þetta er lag sem hann fór í lokakeppnina og það gerir nú gott betur en það. Hann vann lokakeppnina og ég ætla nú að spila þetta... Ég man að mamma mín var sérstaklega hrifin af þessu lagi. Já. Og ég er það líka. Já. Og þetta er svona þægilegir danskir strákar. Engin stælar. Ekkert verið að rembast. Engin leiðindi. Bara eins og ég og Valtý Björn segjum báðu tveir. Léttir, ljúfur og kátir að syngja vængi ástarinnar. Þetta er Læjan Sebba, hann fekk hér 1.50 og jú, ágætis lag hérna frá, dönunum. Þetta er ekki Olsen bræður? Jú, þú vissir það alveg. Ná, já. Þú veitir ekki mikið, þá vissir þú það. Takk fyrir það. Það er hins vegar komið að mínu lagi núna og eins og ég sagði það, þá er ég að taka gríðalan sénsir í dag. Hjöppi hefur alltaf talað ég svo fyrirsjónlegur. Og, herðu? Sorry, ég bara myndi að laga á helur. Hættu þessu þarna, svindlarinn. Og sko, lagið mitt er svona eiginlega fyrsta minning mín af Eurovision. Þetta lag vann þegar við tókum þátt í fyrsta sinn, 1986. Og það er Sandra Kim hér frá Belgíu, hún var 13 ára þegar hún söng þetta. Gat verið maður og ég fæ eitthvað svona klikkir í. Ég finnst bara ekki nógu gott þegar lögin er ekki á ensku. Þetta er samt ógeðslega flott lag. Svo þessi fasista kenning okkar Íslendinga að láta alla syngja á íslensku undankeppnina heima. Látum bara syngja það sem að mönnum finnst best að syngja. Já, en Eyþór vildi syngja á íslensku. Ég veit, það er að því hann er kannski ekki sá besti í ensku heldur sko. Hann er ágættur, verður ekki þessu. Hlustaðu. Bóði hérna. Þú ert á takkaborðinu og hann hækkar alltaf vel í... Þú vekst 2 mínútur. Hann trillist á... Það er komið að ykkur kæru hlustendur 511-0957. Hvort finnst ykkur Fly on the Wings of Love eða Shemmi Levi betra? Og ég opna hér fyrir síman. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Það eru bara Olsen bræður. Það eru Olsen bræður. Já, ég er sammálaður hérna. Svífur þú þessa dagana á vængjum ástarinnar? Já, heldur betur. Til hamingju með það. Það er yndislegt að heyra. Takk fyrir það. En varstu ekki hrifin af Söndru Kim á sínum tíma? Ég veit ekki eins og hvernig hún var reyndið. Nei, ég skil það mjög vel. Ég ákvað að taka séns hérna. Já. Takk fyrir þetta. Leif fyrir þig. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Já, Jarða, það er 1 stík komið hérna. FM, góðan daginn. Það er Hjöppi. Það er Hjöppi. Flýgur þú þessa dagana á vængjum ástarinnar? Heldur betur. Heldur betur. Það er gott að heyra. Það er svo gott að vera ástofngin á vorin. Takk kærlega fyrir þetta, elsku vinnu minn. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, bye. Ég vissi ég var að taka áhættu hérna, sko. Það er toppar ekki eins og sungið á ennsku hérna, sko. FM, góðan daginn. Ekkert. Já, góðan daginn. Góðan dag. Þegar ég heyri, þetta er Sandra Kim, ég heyri það. Nei, þetta er Olsen bræður. Þetta er Olsen bræður.
Þetta er bara legend lag. Þetta er legend. Hvað á landinu erst þú að hringja, vinnur? Ég nú í Reykjavíkinni. Er það ekki bara dásamlegt? Jú, sól og blíða, sólurinn uppi. Á kíkja á leik í kvöld? Það gæti enda svo leið, sko. Já, hvað liggur í íslensku? Íslenski boltinn, ég er voðalega hlutlausar. Ég held með skallagrim nefnilega í fjórðutildinni. Vel gert. Og vissir það að Öddi var hérna keyptur í skallagrim á 0 krónur frá Sauðárkróki árið 2000. Ég keyptur 3 körfuboltamyndir og 1 tendoleik. Hættu þessu. Gangi ykkur vel í skallagrim. Já, gæður það. Og takk fyrir að ringja þó að valið vitlaust. Já. Bye. Þú ert komið 3-0 yfir þetta lítur ítlut. FM, góðan daginn. Sandra Kim. Takk fyrir það. FM. Hvað er þetta, eitthvað gimmir eða? FM, góðan daginn. Það var gimmir. Halló. FM. Menn er að panika. Það er eitthvað stress í gangi. FM, góðan daginn. Öddi! Hanna, fyrsta atkvæði dottið í hús. Djöðlir ég ánægði með þið, maður. 3-1 og við fáum hér næsta FM, góðan daginn. Jú, góðan daginn. Góðan dag. Simmi Leví. Anna, herðu, on a comeback trail. Takk kærlega fyrir það. Þú kannt að meta góða belgíska tónlist. Já, klárlega, sko. Já, það var gott lag á sín tíma. Já, Hjöppi. Já. Það sem að þú ert í Pepsi-markunum. Já. Það ert einlega aðdáð af Nesta. Já. Ég er með fáránlega gott myndband á honum úr vinnunni. Já, við bara tekum á því setna, kallið minn. Já. Takk fyrir þetta, kallið minn. Þú voru að senda það. Ok, bye. Staðan á 3-2. Blöð komin inn í þetta. FM, góðan daginn. Daginn. Það er Öddi. Það er Öddi. Það er orðið 3-3 hérna, þvílíku viðsnúningu, maður. Hvaðan ert þú að hringja? Hvaðan er ég? Já. Hortnafirði. Hortnafirði. Já. Sendi kveður á Hortnafirði. Er ekki humarhátíðin framöndan og allt er klárt? Jú. Stærri en nokkru sinnum fyrir? Stærri en nokkru sinnum fyrir, humarhátíðin í ár? Já, akkurát, sko. Býr Karta Klía ennþá hana? Já. Það er toppnáðingi. Ég er bara heilsa honum. Já, ég skila því. Harjóttin Karta Klía, já. Hann var stundum kallað Karla Klefi. Já, frábært. Það er takk hjálpa að ringja. Ekkert maður. Bæm, 3-3 Hjöppi, þetta er orðið leikur aftur. FM, góðan daginn. Öddi, 4-3, ekki er ég að taka hérna frá að vera 3-0 undir. Ég er að fá hérna glæsilegar, FM, ég get unnið, FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hver fær þitt atkvæði, miklu mestari? Öddi með sigur. Sjemmi Leví, maður. Takk hjálpa fyrir það, vinnur. Ok, bye. Lendi 3-0 undir, 5 í röð. Ok, ég ætla ekki að gera lítið úr sýriðinu. Winning is my fuel. En þegar einhver gæir hringir öskra nafnið og Þetta skellir. er æðislegt. Já, bara ánægði með, hann var ánægði með lagi. Ég veit ekki með þetta. Sverrir, hver að þið fengið þitt atkvæði hér í dag? Olsen bræður. Olsen, já. Hann mátti átapa 5-4. En King Rikki G, hver er það fengið með þitt? Olsen bræður. Já, en því miður þá voru hlustendur ekki sammála. En þetta lið sem var að ringja og kjósa þig, þetta er allt eitthvað. Nú, en konan inn á Hortnafirði, hún var bara ósköp róleg og hafði það mjög góð síðan. Já, hún var eitthvað fiðringur í henni. Þú ert alltaf svo tapsár, Hjöppi. Þú ert að læra að vinna og tapa eins og ég. Já, það kann ég alveg. En mér fannst glæsilegast og hugrakast á konan var svo sem að hringdi fyrst inn og gaf mér það. Já, glæsilegast. Ég er rosalega aðdáðandi í svona hugrakra hvenna. Það komið að lokum. Ég er í FM 9 höfblöð við maður settur að fá lægið þið á leiðinu heim. Ég vil fá lægið mitt samt til að spila aftur. Já, hann setur á hann og heyrði þið bílum eftir. Takk hjálpa fyrir daginn. Ég vil fá þetta lag. Eða ég meinti aldrei þetta aftur. She makes me go. Það kemur eftir. Ég er búinn að velja þetta lag og leiðinu heim og svona. Það var kósi. Takk fyrir daginn, Hjöppi. Það er ekki spilað þetta lag? Jó, það kemur hérna eftir. Og það er búið að vera virkilega gamla ára með þér eins og alltaf litla frekjaðin, eða litla og nú hár. Við verðum mættir hér á morgun, 2 harðir, Egill Einarsson og ég, menn takk ég vel á móti Rikka G. Hann er að detta hér í hús og verður til 8 í kvöld eða ekki. Íslenski listin, sko, við byrjum að læra þetta eftir 1,5 ár. Pepsi-mörki klukkan 10 kvöld. Og svo minnum við líka á morgun þáttinn hjá Svessa Bergmann í fyrramáli, klukkan 7 eða ekki, Svessi? Klukkan 7. Er ekki komið nafn á hann eða? Nei, hann er nafnlaus. Okay. Við erum að henda á staðsmá keppni, sko. Fólk getur unnið iPad og... Nú, já. Tekja á honum í fyrramáli. Takk æðislega fyrir hlustum í dag. Pepsi-mörkin í kvöld. Endum þetta hér á Tupac og einu gömlu góðu. Bergmann og Óli Jóels eru komnir í FM-fjölskylduna. Fylgstu með í fyrramálið þegar Sverrir og Óli fara í loftið í fyrsta sinn. Klukkan 7 í fyrramálið mun líf þitt breytast að eilífu. Kæru Íslendingar.
Hamborgarafabrikan hefur opnað á Jarðhæð Hótel Kea á Akureyri. Við hlökkum til að taka á móti hamborgaraunnendum á nýjum stað og bjóðum norrlensk afmælisbörn sérstaklega velkomin. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Spennan magnast, því milljónirnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg er 140 ára þessar mundir, býðst þér nú að kaupa hálfan lítra af Túborg á aðeins 140 krónur í Túborg kjallaranum á Bar 11 í kvöld á milli 7 og 10. Ég endurtek aðeins 140 krónur á milli 7 og 10. Við þetta er þá að bæta að hljómsveitin Dorian Gray mun stíga á stokk klukkan 11. Eigi góðan dag og munið fjörið hefst með Túborg. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin. The things we used to do, we used to be. Sem heitir I Could Be The One, 50dagur, 16. maí í dag og takk fyrir túk. Verða viðurkenna það, ég var ekkert mikið spenntur en nú er fiðringurinn allsráðandi. Maður er límtur og fylgist með þessu.